Og mér langar að ávarpa líka og tala þegar að við veljum að ganga ekki með Guði, hvað ílskan og illir andar eru raunverulegir, að við gerum okkur nokkra grein fyrir því. Og við getum, Páll ávarpar, hann segir að djöfullinn birtist okkur í ljósengilsmynd, þá segir hann, hvaða mál þá fyrir réttlætisþjónarn hans að birtast í formi, sem sagt, djöfullinn í ljósengilsmynd, og hvaða vandamál það fyrir þjónarn hans að koma í formi réttlætisþjóna. Og mér langar að fara svolítið í, og ég fór í Mattheusar guðspjallið og það fyrsta sem ég sá var að strax eftir að Jesú tekur skírn, að þá tekur andinn, sjáu þið, andi Guðs, tekur hann inn í eyðimörkina og það sem hann sé freistað af Satan. Og maður spyr sig mögulega á hverju var það gert, og það kannski ekki, það efni í heila ræðu, en það sem við þurfum að fara í gegnum að við þurfum að fara í gegnum eyðimörkur, eins og Enok talaði fyrir viku síðan, fyrir hálfan mánuð síðan, og skipta svo miklu máli, kemst enginn hjá því. En það sem skiptir máli það að við skiljum hvernig eyðimörkurgangan lítur út og hvað á bakvið hana. Hver á bakvið hana? Og það að við algóðan Guð sem okkar árnaðarmaður, sem að biður fyrir okkur stöðulega á meðan ákærandi bræðranna sem djöfullinn sjálfur, hann sífellt frammi fyrir hásetu Guðs að ákæra okkur. Og þetta mjög mikilvægt að hafa í huga að þessi tilvera sem við lifum í, ef við erum ekki að gera neitt, að þá djöfullinn ánægður vegna þess að hann blekkingameistarinn og hann elskar að láta lítið fyrir sig fara. Og þegar að ekkert í gangi í okkar lífi, að það lætur hann ekki á sér kræla. En svo kemur alltaf að því, eða þegar að við stígum upp inn í mikilvæg verkefni fyrir Guðsríkið, að þá finnum við fyrir hversu andlega þessi baráttu og hversu mótstaðan hörð. Og þá skiptir máli við vitum hvernig við að verjast. Og orðið kennar okkur algjörlega hvað við að gera. En þegar að ég var að ganga þessi ár með Guði í þeirri kirkju sem við Gunnamaka vorum í, þá las maður Biblíuna, en við vitum það að við getum lesið Biblíuna aftur og við bara hreinlega skiljum ekki allt, og við þurfum að lesa hana stundum með bara ákveðnu hugafæri til þess að Guð geti gefið okkur opinberanir á því hvað textinn snýst. En það alltaf eitthvað nýtt, og ef við lesum orðið með því hugafæri að skilja eitthvað ákveðið, þá gefur hann okkur skilning á því. Og það mín reynsla að í hver skipti sem að ég fer í orðið og með eitthvað ákveðið huga, eitthvað ákveðið viðfangsefni, að þá sé ég eitthvað nýtt. Og það eru nýjar opinberanir, vegna þess að ég að leita að einhverju ákveðnu, og Guð þráir að opinbera okkur það sem að orðið hans segir og það sem að þá í hjarta hans býr. En ef þið lesið Guðspjöllin, að þá sjáu að Jesú aftur að tala það að það talaði að hann sem sagt hittir fólk sem var haldið illum öndum. Og við getum séð þegar að í Mattheusar guðspjalli, það 8. kafli, þá kemur hann að þessum bæ sem heitir Gardarén eða hvað hann heitir, og þar koma 2 menn á móti honum sem voru haldnir illum öndum, og hann rak andan út úr þeim og þeir á endingu fóru í svínin. Í 9. kafla sjáum við að það sem mállaus kona sem að nálgast hann, og hann rekur anda mállausis út af henni. Í 12. kaflanum þá sjáum við að það reynilega bara kennsla það hvað á að gera og hvað á
ekki að gera, og það sagt bara ef að illur andi er rekinn út, þá reikar honum eyður hrjóstur, og þar kemur að því að hann vill komast aftur heim. Og ef hann finnur húsið sem þá hýsillinn, manneskjan sem hann áður var í, og Gunnar Magga benti mér réttilega á, tómt. Það þarna orð sem mjög mikilvægt. Tómt og prýtt, bara tilbúið. En það það sem að, Jesú að ávarpar það, að þegar að illum anda kastað út, þá skiptir máli að sá sem að var hýsill áður, að hann viti hvað hann þarf að gera, og ég ætla að koma aðeins að því á eftir. En við vitum það að eins og við lesum í Kólossabréfinu að Jesú búinn að sigra tignunar og völdin, hrósa algjörum og leiða þær til háðungar og hrósa algjörum sigri yfir þeim. Þannig að það ekkert vald sem að óvinnurinn lengur hefur yfir okkur, en það fáfræði okkar sem að kemur svo mikið í veg fyrir að við kunnum að ekki bara bæða verjast og einnig bara að skilja það að þetta annarkvort eða. Þetta snýst það að fylgja Guði, og það þýðir raunverulega að deyja sjálfum sér og taka krossinn sinn, eða gera það ekki. Og það engin hálfvelgja, Guð hatar hálfvelgju, og ef við bjóðum illum öndum eða djöflunum upp á hálfvelgju, að þá tekur hún okkur heilshugar. Vegna það sem að þráir að við horfum til hliðar og veljum það að skilja ekki hvernig við getum notað vopnin sem að Guð hefur gefið okkur. En Guð hefur gefið okkur vopn, og hann hefur gefið okkur orðið sitt, og orðið hans, það sem blásið út frá hans anda, og við vitum það að orðið beittar að hverju tvíeggju sverði, og það smýgur inn í innstu fylgsni sála, leiðamóta, andar og mergjar, og dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Þarna þetta sem sagt, þetta 4. kafli, hvaða bréf var það? Hebrea? 4. kafli Hebreabréfsins. Þannig hann segir okkur raunverulega hvað við þurfum að gera. En það þetta alvætni Guðs sem talað í Efesubréfinu í 7. kafla sem við þurfum að læra. Og þar segir að við þurfum að taka belti sannleikans, og sannleikurinn það sem Jesús segir sjálfan sig hver hann Og við þurfum að trúa því sem hann segir okkur. Og við þurfum að trúa því sem hann segir að við erum elsku börnin hans. Við erum dýrmæt og hann þráir að vera pappa okkar. Og við þurfum að taka skjöld trúarinnar, og það segir hann trúar ómulda þóknast Guði, og það algjörlega þannig að það trúin sem að okkar, hún okkar brynja fyrir eldlegum skeytum óvinnarins. Og það akkurat þannig sem að sá sem að var að losna, eða þeir sem að að velta fyrir sér hvernig þeir að lifa sínu lífi eftir að játa Kristin í líf sitt, að það þýðir ekkert að játa Kristin í líf sitt og halda svo bara áfram fyrir að lífverðni. Það bara Biblían öll saman, Nýja testamentið, allt saman talar á annan veg. Og það þýðir að þegar við tökum iðrunarskírnina, þýðir það að við snúum frá syndum okkar og förum í þveröfuga átt. Það þýðir að við, eins og Páll segir í Rómarbréfinu, 12. kafla, að við þurfum að taka háttaskiptum með endurnýjun hugarfarsins. Við þurfum að endurnýja hugarfar okkur, og við gerum það bara með því að lesa orðið. Það ekki hægt öðruvísi. Við þurfum að vita hvað Guð segir við okkur
okkar kringustæður og þennan andlega heim sem að heimurinn vill ekki þarna að minnsi á vegna þess að höfðingi þessa heims djöfullinn og það bara þannig. Góðu fréttirnar eru þær að hann sigraður. Dómurinn þegar fallinn yfir honum. Og ég ætla að lesa á eftir í opinberunarbók Jóhannesar að hann hefur smá glufu þá til Jesú kemur aftur. Og hann ólmast eins og óður hundur að hremma alla þá sem hann mögulega getur. En þetta boð fyrir okkur að taka háttaskiptum með endurnýjun hugarfarsins. Við þurfum að setja á höfuð okkar hjálparæðsins, við þurfum að skilja það að Jesú okkar hjálpari og skikkju réttlætisins og hann okkar réttlæti. Og það það sem við gerum svo oft að við reynum að réttlæta okkur sjálf vegna þess að við erum vön því að berjast fyrir líf okkar, við erum vön því að og kennslan í heiminum sú að hver hugsa sjálfan sig, sé sjálfur sem næstur og það hjálpar manni enginn. Og það heimurinn sem segir þetta. En þegar við eignumst lifandi trú á Jesú, þá áttum við okkur á því að það Jesú sem okkar hjálpari. Hann okkar árnamar á himnum sem stöðulega að biðja fyrir okkur. Það hann sem berst fyrir okkur. Það hann sem að vinnur sigran okkar. Við í eigin mætti eigum ekki möguleika á því. Og þó svo að tignanar og völdin séu sem sagt gjörsigraðar, opinberlega leitt til háðungar, sviptar öllum vopnum að þá geta fengið vald yfir okkur ef við afhendum þeim valdið. Þannig að það ekki frá þeim tekið þó það séu sigraðar vegna þess að Guð skapaði okkur með frjálsa vilja. Við höfum frjálsa vilja í öllum kringumstæðum og ef við viljum tortímast, ef við viljum afhenda djöflunum þarna lyklavöldin að húsinu okkar, að þá getum við gert það. En það fegurinn líka í frelsuninni að við höfum val. Og þess vegna skapaði Guð manninn. Ef við förum aðeins í hvernig djöfullin og illu andarnir eru tilkomnir að við getum séð þetta í Jesaja, það 14. kapli, þá talað hvernig þetta fall verður, hvernig verður uppreisn á himninum. Það annar staður sem talað að þriðjungur englana beint sagt hafi gert uppreisn. Af hverju gerðu þeir uppreisn? Þetta var áður en að maðurinn var skapaður, en við getum lesið það milli línanna að þeir gerðu uppreisn vegna þess að þeir vildi ekki lofa Guð. Þeir vildi ekki sitja við hásætins eins og hinir englarnir og lofa Guð. Þeir voru skapaði til þess en þeir gerðu uppreisn gegn því eðli. Þeir vildu sitja jafnfætis skaparanum sjálfum, Guði föður og þess vegna komu þeir gegn vilja hans og hann varpaði þeim niður til jarðarinnar. Hann varpaði þeim niður og síðan gerist það að Guð skapar mannin í sinni mynd, hugsið ykkur. Og Guð elskar. Hann elskaði og hann elskar. Þegar við eignumst barn og barnið líkist okkur, þá erum við svolítið stolt. Ég veit að Friðlaug svolítið stolt af barnabarninu sínu, stráknum litla, sem ég býði alltaf fyrir. Og við erum stolt af börnunum okkar, þeir eru lítil. Sérstaklega þeir eru lítil. En nei, alltaf. Alltaf. En djöfullinn, hann hatar okkur. Og það það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir. Að hann hatar okkur. Vegna þess að við komum í staðinn fyrir hann og föllnu englarnas. Við erum sköpun sem hann elskar og hann gaf okkur frjálsa vilja sem að var allt í einu leið fyrir djöfulinn til þess að eyðileggja okkur. Þannig að frjálsi viljinn, hann frábær fyrir okkur vegna þess að við höfum þá val, við höfum möguleikann á því að velja og við erum frjáls. Það enginn sem segir okkur fyrir verkum.
ef ég vil fylgja Guði, þá er fögnuður á himnum. Ef ég vil snúa við honum baki, þá er mikil sorg á himnum. En djöfullinn gleðst yfir því og illu andarnir. Þannig að þetta er barátta. Þetta er rosaleg barátta. Og hún fer ekki fram fyrir augunum á okkur, yfirleitt ekki, en hún fer fram í þessu andlega. En Guð gaf okkur orðið, hann gaf okkur þekkinguna til þess að verjast og hann gaf okkur þekkinguna til þess að gera ekki það sem gefur óvinunum færi á okkur. Og ég var að tala að Páll ávarpar í Efesbréfinu og talar þessi vopn sem ég var að nefna áðan og það er líka skór fúsleikans, þannig að hann gefur okkur þessa skó. Þetta er svona minn gerfingu upp á það að við séum fús að þjóna hvert öðru, við séum fús að þjóna Guði, algjör andstæð við uppreisnina sem englarnir fóru í. En það segir líka í 4. kaflanum að látið ekkert særandi orð falla sem til þess að brjóta niður þá sem í kringum ykkur, heldur aðeins það sem gott og til uppbyggingar. Og þetta er svo mikil kjarn í þessu. Látið vera fjarri ykkur hávaði og lastmæli og beiskja. Það er þessi beiskja sem er þessi bituleiki þegar við teljum okkur hafa að fara á mis við eitthvað og það fyrir að við öfundum jafnvel og það fyrir að grassera í kerfun okkar. Þessi hávaði sem er stundum í mannlegum samskiptum, þessi ofsi, þetta er algjörlega fjarri hjarta Guðs og það er ekkert gott sem hlýst af slíku. Og við vitum það bara sjálf. Öll hefur við farið í gegnum einhver svona tímabil í okkar lífi þar sem og ekki endilega tímabil, heldur bara einstaka atvik, þar sem við höfum bara mista. Og við finnum alltaf hvað okkur líður illa í hjartanu. En Guð segir, takið inn orðið mitt, fyllið ykkur orðinu mínu, þá er húsið, ef einhver tíman hafa verið illa landar, og vel að merkja að með grunar að það séu oftar heldur við gerum okkur grein fyrir og stundum öllu staðar ef fólk hefur verið í einhvers konar kukli í kynlífi sem utan hjónabands, jafnvel ættarbölvanir sem við erum að sjá ef við horfum á fjölskyldutréð okkar að það er svona mynstur sem endurtekur sig aftur og aftur og aftur og aftur. Og þetta er bölvun og sú bölvun kemur náttúrulega ekki frá Guði. En þetta þarf að brjóta og þessum bölvunum sem fylgja oft þessu gamla lífis, hvort sem við áttum hlutamálið eða ekki, það skiptir bara ekki máli, en það sem skiptir máli að það er greiði leið að setja okkur frjáls. En það er ekki greiði leið að setja okkur frjáls ef við þekkjum ekki hversu leið er. Ef það er vanþekking, að þá er þessi leið mjög ógreiðfæra því við vitum ekki hver hún er. Og við Gunnar Magga höfum sjálf séð þetta, við höfum séð hvernig slíkt brotnar, við höfum séð í lífi fólks sem við þekkjum, þetta er svo sannarlega til staðar en við þurfum að læra að brjótast út. Og það sem að Guð lofar okkur, það sem Jesú lofar okkur hið góða fagra og fullkomna, lífi fullri gnægð, vegna þess að hann elskar okkur, sjáu þið. Guð elskar alla menn og þráir að lífið okkar sé í gnægð, í yfirflæði. Það er þráast fyrir okkur öll. En við þurfum að brjóta hlekkina. Og stundum bara ekki nóg að tala það út. Við þurfum að þekkja hvernig á að gera það. Við þurfum að vita hvernig óvinnurinn hagar sér. Það fer enginn í stríð. Allavega ef hann alltaf ná árangur í stríði og veit ekki hvaða taktík óvinnurinn hefur
það með sér. Ég meina, við þurfum að þekkja hver taktíkin er. Við þurfum að þekkja veikleikana. Eins og illu andarnir, þeir þoli ekki, þeir geta ekki nefnt nafni Jesú. Því Jesú er þýðir frelsari og blóð Jesú, það er eitthvað sem að djöfullinn hatar. Og þeir geta ekki einu sinni nefnt þetta nafn á nafn. Þeir tala bara smiðinn, segi ég. Smiðurinn. En svona er þetta. Valdið sem við höfum er jafn mikið og við viljum hafa það. En valdið sem óvinurinn hefur er jafn mikið og við gefum honum. Eða færum honum. Og mér langar ekki að vera í kirkju þar sem að sannleikurinn er ekki talaður út. Þá vil ég frekar ganga í burtu vegna þess að það er sannleikurinn og aðeins sannleikurinn sem setur okkur frjáls. Við getum lifað í einhverjum ímyndum heimi og farið í gegnum lífið þannig, en svo kemur alltaf að því að við munum öll með tölu þurfa að standa frammi fyrir hásæti Guðs. Og hverju ætlum við að svara? Bæði ég og þú. Og þá getum við ekki borið fyrir okkur að hafa ekki þekkt hvernig hlutinni voru. Vegna þess að við eigum orðið. Og orðið segir okkur algjörlega hvaða leiði við eigum að fara. En þegar við byrjum og þegar við förum þessa vegferð og þegar við deyjum okkur sjálfum og þegar við tökum krossin okkar og hver hefur sinn mismunandi kross, að því að segir hver taki sinn kross. Og mitt líf lítur ekki eins út eins og líf Enóks eða Árna og þeir eru ekki eins og mitt. Hver hefur sína köllun? Guð hefur kallað hvern og einn samkvæmt sinni ákvörðun til þess að gera ákveðna hluti. En það sem skiptir máli er að við séum trúföst. Og mér langar að lesa vegna þess að mörg okkar höfum mögulega ekki lesið mikið í þarna opinberunarbók Jóhannesar og sama við raunverulega fleiri bækur í Biblíunni, en það bara er svo mikil viska og það er svo nauðsynlegt að tengja sig upphafinu. Þannig að ef við höfum ekki upphafið, þá kannski höfum við heldur ekki endirinn eða þann endir sem að Guð segir að muni verða. Þannig að, og þá er heildarmyndin heldur ekki rétt, þá er hún brengluð. Og það segir hérna í 7. versi, þá hófst stríð á himni, Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann sem er djöfullinn. Drekinn barðist og englar hans, sem er þá þessi þriðjungur englanna sem voru á himnum. En þeir fengu eigi staðist og eigi héldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem að afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum þangað til verður þegar Jesú kemur aftur varpað niður í ystu myrkur. Og það er það sem að Jesú, ef þið lesið Guðspjöllin, er aftur og aftur að vitna í. Og hann er að tala í dæmisögum, en hann segir aftur og aftur, og þó svo að það séu einhverju sem að vil ekki heyra minnsta djöfulinn eða helvíti, þá er þetta bara það sem að Jesú var alltaf að ávarpa. Hvort sem okkur líka betur að ver. Og hann talar það sem að loginn hættir ekki að brenna, það sem er grátur og gnýstran tanna, og hann sem talar það eru mismunandi líklega staður sem kallast helvíti. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðs vors og veldi hans smurða. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora, sem er ákærandinn, honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt. Sem kærir okkur dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins
og fyrir orð vitnisburðar síns. Þannig að hver er vitnisburður okkar? Fyrirverðum við okkur fyrir að segja nafni Jesú í það sem að fólk er í kringum okkur? Þorum við að segja frá því að Jesú dýrlega frelsaði okkur? Þorum við að vitna það hversu góður hann er? Eða þorum við ekki og fyrirverðum okkur fyrir hver hann er? Mér langar ekki að vera þar. Og mér langar að vera djarfur. En þess að djörfungin, hún gefur alltaf umbun. Og þegar við erum djörf og við fáum þessu umbun, þá höfum við að brenna fyrir hann. En þetta er eina leiðin. Og það er eina leiðin til þess að vera lærisveinn og fara hans veg og gera það sem hann hefur boðið okkur að gera, að brenna fyrir hann. Ef það er engin logi, að þá sér okkur enginn. Ef það er engin ástríða, þá heyrir enginn í okkur. Og þá bara erum við svo pellandi málmur og hljómandi bjalla, eða eitthvað. Já, akkurat. Nákvæmlega. Og eigi var þeim, og nú er hann að tala lærisveinina sem að brunnu fyrir hann, lífið svo kært að þeim ægði dauði. Það að þekkja Jesú upprisinn var allt. Það var ekkert annað sem skipti máli. Og þegar við brennum á ástríðu fyrir Jesú, þá bara finnum við að ef það kemur eitthvað gegn okkur, þá er það bara heiður. Það er bara heiður að fá að þola eitthvað fyrir þetta nafn. Og ég er ekki endilega að óska mér þess að ég lendi í miklum ofsóknum, það er enginn að gera það, en ef það gerist, þá bið ég Guð að gefa mér styrk til þess að fagna yfir því, hvernig svo sem þær munu líta út. Fagnið því himnar og þér sem að þeim búið, vei sé að jörðinni og hafinu, því að djöfullinn er stigið niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Og kæru systkin, það er akkurat málið, hann hefur nauman tíma. Og ég veit að hans að vita það, að Jesú kemur mjög brátt aftur. Og þegar við fregnum mikil ótíðindi, eins og orðið talar þegar að þjóðir leitast við að sameinast í eitt ríki og stimpla fólk annarkvort á ennið eða á vinstra handabak, hægra handabak, til þess að geta stundað viðskipti, þá vitum við að tíminn er kominn og antikristur er að rísa upp. Og þetta er tímanna tákn og við þurfum að geta lesið í tím og tíðir hvað er að gerast. Og þess vegna er svo mikil forréttindi að standa í fæturna. Þess vegna er svo mikil forréttindi að læra orðið, þekkja orðið, kynnast Jesú í gegnum orðið og finna hvernig hann brennur í manni. Og þá á djöfullinn ekki mjög greiða leið. Það er að segja að þá á hann enga leið að hjarta okkar. Það koma einhverju erfiðleikar og það er bara það sem að Guð hefur lofað okkur, það kom alltaf erfiðleikar. Og ég meina, Guð sýndi okkur að þegar að Jesú, andinn kallaði hann inn í eyðimörkina í 40 daga, það sem að fastaði, og djöfullinn í þrígang kom með freistingar að honum. En Guð hann vissi að Jesú myndi standast þær. Og hann vissi að hann þurfti að fara í gegnum þetta til þess að sýna okkur að lífið er bara alls konar. Og við þurfum að fara í gegnum eyðimörkina. Og það var it was so good, Enoch, when you were speaking about the deserts. Hann er ekki með okkur. En það er bara málið, að eyðimörkin er ekki alltaf skemmtilegur staður. En þegar að Guð er með okkur í eyðimörkinni, þá er hann skemmtilegur.
spurningin er svo, leyfum honum að vera með okkur þegar vel gengur og líka þegar illa gengur. Veljum við það að læra hvað Guð segir hvernig við að lifa lífinu? Veljum við að lifa í anda Guðs eða veljum við að lifa í holdinu? Við vitum það að ávextir andans er gæska, góðvild, gleði, langlindi, friður, hógværð, bindindi og ég gleymi einu. Kærleikur, já. Já. Er ekki frábært að vera þarna? En ég meina ávextir holdsins eru ekki beint góðir. Ég mun langar að gera svona að lesa það upp. En þeir eru ekki góðir. Og þegar við lifum gamla lífun okkar, öll sömul, áður en við kynntumst Jesú. Áður en ég kynntist Jesú, þá fannst mér bara að vera ágætur. En samt vissi ég, og ég fann það í hjartanum mínu að vantaði eitthvað upp á. Þannig að þegar ég fekk boð að játa hann inn í líf mitt, þá þáði ég ekki vegna þess að ég vissi ekki hvað myndi koma, en ég vissi líka að með það sem ég hefði heyrt að ef þetta væri satt, þá yrði ég að taka við honum. Og ef það væri ekki satt, þá væri bara málið dautt. En Guð, hann elskar okkur. Og við gerum okkur enga grein fyrir því hversu mikið hann elskar okkur. Og ég veit að yfir sérhverjum þeim sem að glatast, hann grætur yfir þeim. Og hann biður fyrir hverju og einu okkar. Þetta er erfitt að ímynda sér þetta og það er erfitt að sjá þetta fyrir sér. En þegar við höfum kynnst ílskunni, tala þegar við höfum skengst inn í þennan andaheim, kukl, að þá skiljum við að fyrst að slík ílska er til, þá er líka algóðu Guð til. En fáfræðin er náttúrulega, hún er markviss og hún er til þess fallin að slá ryki í augun okkar og hermenn Guðs sem að erum við, að við höfum gjarnan tilhneigingu til þess að taka hlutunum svona með hálfkæringi. Já, meina það er ok. Já, kannski til djöfull eða mögulega við kennum við það en fyrst að við búin að játast Jesú að þá gera hann okkur ekki neitt. En það bara er ekki þannig og þeir sem að hafa tala verið í satanstýrkun sem að því miður alltaf margir eru á þessu landi, að þeir vita það að það er markviss hernaður gegn öllum kristnum kirkjum. Það komið markvisst gegn öllum kristnum söfnuðum og gegn einstaklingum sem að stíga upp. Þannig að við erum í stríði, elsku systkin. Og hvort sem við gerum okkur grein fyrir því ekki, þá erum við í stríði. Og ef við ekki tökum vopnin okkar sem að ég var að tala áðan, þá töpum við. Það er að segja persónulega og sem kirkjur. Guð er búinn að sigra, tigninnar og völdin, afvopna tigninnar og völdin, leiða þau opinberlega fyrir til háðungar, hrósa algerum sigri. Þetta er náttúrulega drauma staða. Nema fyrir það að við eigum hennan slæga óvin sem er endalaust að slá ryki í augun á fólki og telja fólki trúum að sig ekki til. Og segja fólki að þurfi ekki að verjast og þurfi ekki að taka vopni sín og berjast. En þetta er mín hvatning til ykkar að við snúum við blaðinu og við förum að biðja. Við förum að biðja hvert fyrir öðru. Nú er að byrja bænaátak á öllu landinu það sem eru stilt átak allra kirkna sem það byrja 7. september klukkan 7 og við ætlum að berja óvinnum. Ég er til í þetta og þessi kirkja verður með x marga klukkutíma einn dag í viku og ég hvet okkur öll til þess að taka þátt þó ekki væri nema
einhver x tími sem kannski ekki marga mínútur en við getum öll beðið, við höfum öll röddu, við getum öll sótt okkur kraftin sem við þurfum í orðið, vonandi höfum við öll heilagan anda og vonandi höfum við öll þessa þrá til þess að berjast. Og þetta eina leiðin til þess að ná þessari þjóð til Jesú. Það eina leiðin til að ná til Jesú að biðja og berjast í bæninu. Og ykkur sem heima eru, ég hvet ykkur til að taka þátt. Þið getið, þetta auglýst á heimasíðu sem heitir hvað? lindi.is/vakning og taka þátt og allar hendur á dekk þýðir bara meiri og betri árangur. En þetta væðar ekki eingöngu þjóðuna sem heild, heldur okkur persónulega. Vegna þess að við viljum að líf okkar beri ávöxt sem varir og að Guð fái þann framgang sem við kalla okkur til að hafa. Ég blessi ykkur í Jesú nafni inn í þessa viku og ég vona að við náum bara að ganga samstillt inn í bara nýja tíma og við skiljum þá líka að þetta dauðasalvara. Tökum þátt í bænahernaðinum, bænaherferðinni, þessu átaki og sjáum þess að þjóð vinnast fyrir Krist. Guð blessi ykkur. Amen. Og ykkur sem meiruð, Guð blessi ykkur einnig. Amen. Og ef ykkur finnst ykkur vanta kraft, eld, þá komið fram og við biðjum saman. Við þráum að ekki bara að loga heldur brenna fyrir Jesú. Og það lífið sjálft. Það ekkert betra heldur en að brenna fyrir hann. En þá þurfum við að stíga inn á staðinn þar sem eldurinn Amen. Eru þið spennt? Hey! Amen.